Góðan daginn, ég heiti Elisabeth Og ég heiti Bryndís. og þú ert að hlusta á þáttinn Rútínur margbreytileikans. Og með okkur í dag erum Við. við ætlum að kynna okkur aðeins og fara yfir okkar reynslu af rútínum margbreytileikans. En hvað eru rútínur margbreytileikans? Þetta er svolítið erfitt orð. Þetta er það alveg, en já, það lifa ekki allir eftir sömu rútínum. Erum við ekki öll í sama forminu? Nei, því miður ekki. Og það er alveg ótrúlegt hvað fólk heldur að allir lifi í sömu rútínu. Mhm. Þannig að okkur finnst mikilvægt að reyna að opna á sýnileikan, á bara margbreytileikunum, sýnileikan á, mismunandi rútínur og mismunandi, líferni og svo leys hjá fólki og þá sérstaklega fólki með fötlun eða langveikur eða búa við einhvers konar skerðingar. Já. Eigum við að kynna okkur fyrst eða kynna verkefni fyrst? Byrjum á verkefnin kannski, þannig að fólk viti hvað er að fara út í kannski. Já, en þetta er BA-verkefni okkar í þroskaþjálfafræðum. Ég er loksins búin að muna það, þetta er BA, ekki BE. Það er búin að taka 3 ár. Ekki nema. Ekki nema. Batnandi fólki besta líf og allt það. En við, okkur leist ekkert alveg nógu vel á að gera rannsókn eða skrifa ritgerð og eitthvað svo leys. Nei. Varum alveg komið með ógeð af ritgerðaskrifum. Mhm. Þannig að okkur datt í hug að gera podcast eða Já. hlaðvarpsþátt. Hlaðvarpsþátt. Notum íslenskuna. Já. Hvað gerðum við til þess að koma okkur í þann gír? Það var náttúrulega ævintýralegt. Við feimni mannskjurnar skráðum okkur í áfunga síðasta sumar þar sem við fórum niður í RÚV, Ríkisútvarpið, og lærðum að gera hlaðvarpsþátt. Já, það var mjög gaman Það var mjög gaman. og stórt skref út fyrir ramman. Ó já. En það tókst bara mjög vel. Já. Þannig að við ákvaðum að henda okkur bara á hlaðvarpslestina Mhm. og þannig að en hugmyndina verkefninu byrjaði allt öðruvísi heldur en hvernig þetta verkefni ætlar að koma út núna. Já, já. Það hafi ekki verið á nummer 2 sem að ég fekk hugmyndum gott BA-verkefni. Jú. Og það var að mér langaði að gera barnabækur. Já. Hvernig endaði það í podcast þetta? Það var ég. En við erum ekki ennþá búin að leggja podcast, barnabóka dæmið á hilluna, sko. Það er ennþá hana inni. Við ætlum bara að reyna að tróða því einhvern veginn inn, en við sjáum hvernig leiðbeinendur okkar tekur í það. Já, hún sagði sem að fyrir, grunnhugmyndin var sem sagt að tala við fólk með einhverja, rútínu sem lítur öðru út heldur en, venjulegir einstaklingar. Og hugmyndin var að búa til, fyrstu barnabækunar, þessar harðspjaldabækur sem er með mynd og einni setningu eða eitthvað. Já. Og að þetta sýna hvernig einstaklingarnir, eða hvernig fólkið er, þá aðalega var hugsað, að tala við einstakling sem er með þessa rútínu frá því það var barn eða það var með þessa rútínu sem barn eða eitthvað þannig. Eins og, að þurfa að borða með sondu eða, kíkja á blóðsykurinn reglulega eitthvað þannig. Mhm. Og ætluðum að barnabækurnar áttu að vera að sýna þessa rútínu. Já. Til þess og ætluðum að gefa þessa bækur út til þess að auka sýnileikan á þessu til barna sem eru með eins rútínu. Já. Þannig að þau geta séð sig í bókunum. Það er svo mikilvægt að einstaklingar upplifiði að þau eru til í samfélaginu. Já. Þannig að Sýnileikinn skiptir alveg máli. Já, þannig að planið var að við ætlum að vinna þessar bækur með einstaklingunum sem er með þessa rútínu og svo ætlum við að hitta þau í svona hljóðveri og ætlum að ræða saman í hlaðvarpsþátti það af hverju það er mikilvægt að þetta sé sýnilegt. Já. Við mætum með þessa hugmynd til leiðbeinenda. En leist rosalega vel á hugmyndina, fannst það frábært. Mhm. En þetta hljómar eins og meistaraverkefni en ekki BA-verkefni. Og við vorum alveg, ok. Allt
allt í lagi. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að við hérna byrjaði okkur verkefni sem að hefði átt að vera aðeins minna. Nei, akkurat. Þannig að við þurftum að þrengja aðeins innan, þannig að við endiðum á að gera bara hlaðvarpsþætti og svo ef þetta gengur mjög vel og svo lesa þá kannski getum við nýtt þessar frásögnur og eitthvað þannig til þess að eitthvað tíman á lífsleiðin okkar að búa til bækur þetta. Já, líst vel á þá hugmynd. Já, þannig að þetta Kemur þá næsta ári? Nei. Við heldum alltaf allan tíman í heiminum en það er greinilega ekki, það er ekki alveg. Nei, akkurat. Það er komin febrúar. Já, ég er ennþá áttum með að því. Þú veist, þegar þetta tekið upp og það var 5. febrúar. Ég er bara föst í þessi 15. janúar, sko. Það er bara einhverju hluta vegna, það var janúar minn ekki langur, heldur mjög stuttur. Já, aldrei svo það var janúar bara mjög stuttur hjá mér. Hann flaug. Og kynna okkur aðeins. Viltu segja aðeins frá þér? Já, ég skal byrja. Ég heiti Bryndís og ég er, hvað er ég gömul? 45, held ég. Alveg að vera 46. Ég er 3 barna móðir og, já, hvað maður segja, þetta típiska gift, Gift, 1 hundur. 1 hundur og girðinga, ekki eins og girðing, spýta. Já, ég er búin að vera, ég á börn á aldrinum yngsta en 9 ára, alveg að vera 10 ára og svo ég 11 ára að vera 12 og svo ég eina sem verður 22 ára seinna á árinu. Þannig að þetta er virkilega breytt aldurspil. Og svo líka maður að nota það sko stolt og móðurhjarta að elsta mín er í þroskaþjálfarnu núna að læra. Já. Hún er bara á 1. ári, ég er á 3. þannig að ég þarf ekki að eyða tíma með henni að vera með henni í tíma, segi ég. En við munum vera með henni í tíma. Ekki, næsta haust. Allt í lagi. En það kom samt til út af okkar skerðingum. Já, við erum á svokölluðum krypptíma í þessum. Já, við höfum að kynna þetta hugtak aðeins betur sem er krypptími eða krypptime. Þetta ég verði að viðkynna þegar ég heyrði þetta orð fyrst þá var ég alveg, má segja þetta. En þetta kemur samt frá þessu samfélagi, þú veist, til þess að afstigmatísa, þú veist, þetta út frá því að vera krippul eða vera, þú veist, eitthvað tóku slæmt orð og byggu til gott, þú veist, þannig að þau kallast, þú veist, að þú veist, vera krippi, eða þú veist að vera kripp. Núna finnst mér þetta bara mjög fínt krypptæm. Ég verð alveg að fara að tilengja mér þetta orða þegar ég er mjög ofta á þessu tímabölti. Þetta er svo, ok, við skulum kynna þetta fyrst við erum bara aðeins að tala um þetta. Þetta er að komast að því að við fljúum út allt. Þó við séum handrit. En já, krypptæm, þetta er sem sagt að þegar maður er með einhverja skerðingar eða veikindi eða fötlun að þá þarf maður svolítið að vera bara á sínum eigin tíma. Jú, mjög margir eru á sínum eigin tíma en þú veist, þetta er aðeins öðruvísi. Já, og aðlaga sinn tíma þú veist, að sínum mörkum. En þú veist, þetta er sem sagt aðalega, þú veist, mikið tala um þetta fyrir einstaklingar sem eru með langvarandi verki og eitthvað svoleiðis að þau sem eru þú veist, svona, að já, ok, ég ætla að þarf að fara út í búð, það mun, þú veist, taka það mikla orku og ég þarf að vera vissum að þegar ég kem heim að þá er ég með tækifæri til þess að hvíla mig. Ég á slæmum dögum hjá mér, þá verður ég alveg viðurkenna það, ég sé bónusferðarnar, annars er þetta bara keypt mjólk, brauð, skinka og ostur, en og mögulega morgumatur. En þegar ég kem heim á bónus þá er mjög oft sem ég legg pókana frá mér eða fæ aðstoð út í bíl og svo fer ég bara í sófann. Ég er andlega og líkamlega búin. Já. En hver er svona, ef maður fer bara, þú veist, mjög beint út í það, hverjar eru þínar greiningar? Já, alveg rétt, ég var að kynna mig. Djók. Já, ég sem sagt það er ekki svo langt síðan sem ég fekk þá greiningu,
Ég sem sagt með vefjagigtagreiningu. Ég fekk hana fyrir, 15 árum síðan. Eitthvað svoleiðis. En ég búin að rekja hana alveg niður í úlingsár. Já. Og mín virkar þannig að við hvert áfall, ég ætla að setja það innan gæsalappa, sem líkaminn minn verður fyrir, Já. þá fæ ég eitthvað nýtt. Já. Til þess að eignast barn, þá bættist við eitthvað. Þegar ég eignast fyrsta barnið, þá fekk ég þursabit sem að varð þróaðast út í brjósklós. Og svo bættist við annað barn, þá bættist við eitthvað, ég man ekki alveg hvað, og svo eignast ég þriðja barnið 2 árum seinna, þá fór ég algjörlega með líkaminn og hausinn, sko. Já. En en ég man eftir fyrsta sem tengist vefjagigtinni, þá lenti ég í slysi þegar ég var 17 ára. Og ég segi alltaf að það hafi farið nokkra heilasellur út úr heilan á mér, út gatið á hausnum á mér sem ég fekk. Þegar ég lenti svo fyrir tífulítæki í breska tífulíinu. Það ekki til í fréttum, ekki eins og reyna að leita því. En já, og ég sem sagt fæði heilarhristing og eftir það þá bara skammtíma minnið mitt hræðilegt. Æi. Þannig að það fyrsta. Og þá verið 17. Það ekki nógu gott. Nei, en ég meina, ég og pabbi grínust oft þetta við keppist hvað við hefum marga heilasellur eftir. Hann sé komin niður í hálfa. Ég held ég sé 2. En ég meina, ég fór í háskólan á með 2 heilasellur, þetta hlýtur að vera fínt. Það virðist alltaf duga þar ákveðlega. Já. En svo að seinni tíð þá hefur, það eru komin svona, langar að segja 17 ári, ég kann ekki að reikna, þetta var örugglega kringum 2006-07, ekki 17, 18 ár, að þá, ég var að vinna á leikskóla og mér var hent út í djúpulegina að þetta vantaði stuðning fyrir einhvert barn. Ég vissi ekki eins og hvað einhverja var. Þannig að ég fekk 2 klukkustundar undirbúningstíma. Já, frábært. Þannig ég bara fór á internetið 2006 eða 7 og kynnti mér bara, ég bara googlaði einhverfa, autism, bara hvað er þetta? Og svo byrjaði ég að vinna með barninu og var alltaf áfram að leita með meiri þekkingar og það var svona, ég bara, ég var svona sem krakki. Og svo held ég áfram eitthvað að lesa og svo, þetta var svona eins og ég var sem þegar ég var krakki. Og svo ég stundum svolítið sinna að fatta. Fattarinn í bakkir hjá mér stundum. Og það tók mig alveg 1 ár eða eitthvað, þá fór ég alltaf svona, það komið aldrei mikið af svona, eins og ég var þegar ég var krakki. Já, þegar þú ert að skoða einhverju. Þegar ég er að skoða einhverju og hugsa út í einhverja barni sem ég var stuðningum með, þú veist, það var mikið svona hegðun í honum, var bara, stemd alveg við hvernig ég var sem krakki. Já. Ekki allt, en þú veist, að þetta er alltaf róf. En nógu mikið til þess að þú gast speklaði í þessu sem þú varst að lesa og speklaði í, þú veist, barninu og svona. En það ég fekk mikið rós á leikskólanum að ég var með nokkur börn í stuðning, ekki öll á sama tíma, ég var svona one-on-one. Ég fekk mikið rós fyrir hversu vel ég náði til krakkana, en það í dag, þegar ég var 43 ára, fyrir núna 3 ára síðan, eiginlega upp á dag held ég. Vá. Þá fekk ég, sóttist ég eftir að fara í einhverju greiningu og viti menn. Já. Manneskjan bara einhverf. Já. Til hamingju með það. Takk fyrir, þetta var svo kalluð seinkverf hérna. Já. Þetta var alveg, þú veist, ég var búin að vera að segja mig grunaði ég væri örugglega á einhverju rófunu og eitthvað svona. En það var mikil léttir. Já. Að geta sagt, ég er einhverf. Og það var þvílíkur léttir fyrir mig. Já. Af því að, þú veist, maður er búin að vera, mér fannst ég vera að ljúga þegar ég var að segja mig grunaði ég að vera á einhverju rófunu. Já. En svo var ég ekki að ljúga. Já. En svo er það líka, finnst mér, skrítið að segjast vera á einhverju rófunu. Ég veit ekki af hverju.
en það kannski bara eitthvað svona Ætli það sé ekki samt bara svona innbyrt eða þú veist svona imposter syndrom eða þú veist þannig þú það veist svoleiðis. að ef maður ekki komið með þú veist það eru margir sem hugsa bara af hverju að fá greininguna þú veist það er svona þú veist það er alveg greinilegt að þú ert á rófuna af hverju að fá greininguna það skiptir ekki máli eða eitthvað þannig það hefur samt bara svo mikil áhrif innan að fá þetta tjekk þú veist já þú hafðir rétt fyrir þér já þú veist þá er maður ekkert maður efast alltaf svo mikið þessi svo sem greindi mig hún og hún spurði mig alveg bara hvað ætlaðist þú til þess að fá út úr þessari greiningu ég alveg bara fyrir mig að ég geti en svo er það líka að þetta mun þá ef ég fæ greiningu þetta fyrir ef ég fæ greiningu þú veist að einhverju rófi þá auðveldar það að börnin mín ef að það er einhver vafi þar af því að ég var ekkit öskrandi einhverju, ég veit ekki hvort það er rétt en þú veist en það er samt svo mikið að þú veist ég segi það, ég er stórfurðuleg Já, þú ert það mjög skemmtilega stórfurðuleg Mér finnst það mjög skemmtilegt en ég skil hvað þú veist, margir sem að hugsa þú veist alveg einhverjur þú veist, það sem að kemur upp í hugan er aðalega þú veist, þegar það er þroskaskerðing með einhverjunni og það er dálítið það sem að svona margir hræðast við það að ef að þið fá þú veist einhverju greininguna eitthvað þannig hálf bara þýðir það að ég er ABC eða eitthvað þannig út af því bara samfélagi þess að það sér ekki þennan part af einhverjunni Nei, nokkulega en við við erum náttúrulega með spurningalista það er smá handrit í gangi, pínu og það er hverju uppáhaldsparturinn minn af greiningunni, tengdu greiningunni og tengt einhverju greiningunni uppáhaldsparturinn minn er það að ég kemst upp með að vera stórfurðuleg ég finnst það að vera geggjað og það er svo frelsandi að fá að vera bara þitt eigið sjálf þitt svona ég meina það er hobby hjá þér og fleirum að sýna mér flauel það er snertifælni dótið mitt það er svo gaman að sjá viðbröðin andaðir verður alveg bara ég verð samt að koma við það er nefnilega skrýtna ég verð að koma við og tjekka en ég er búin að afnæma mig aðeins að því að þetta átti við allt velur og allt ég fekk næst bara ég klíjaði við þegar ég var að fara að eignast elstu að hún myndi fá velur galla sem betur við fekk hún bara einn og hann var á lítill þannig að slapp en já við vorum er ég held ég sé bara svona þokkalega góð vefjagigt er náttúrulega bara sökkar sko hún kemur og slæðir í baki á mér alveg reglulega og dagleg rútína hjá mér eða vikuleg rútína hjá mér eins og þú talaði grip time að ég vinn þannig vinnu að ég vinn einn dag í viku eða þú veist svona ég geti eða ekkert og ég er í skólanu líka þannig að þú veist það telur en ég veit það að áðan ég mæti vinnuna þá hvíli ég mig dálítið vel og svo þarf ég að hvíla mig leið að ég kem heim úr vinnunni og ég veit það alveg þegar ég kem heim úr vinnunni þá er það alveg góðið 2-3 tíma og sé ég það bara pásu þannig að þú ert með skipulaðan svona buffer tíma í rauninni þegar stinni þú veist bæði fyrir og eftir og okkur svona þannig að ég á bara mjög skilrings þetta er erfitt orð skilringslík hættum bara við þetta orð skilningsríka fjölskyldu takk fyrir þetta er líka held í partur af vefjagigtinni það er svona smá breinfart þökkum fyrir það en ég held að ég sé bara góð í minni kynningu það lítur að koma meira í bull út mér eftir mann er það komið að mér? Já, velkomin Sæl ég er sem sagt með greinda vefjagigt ég er ekki sammála þeirri greiningu út af því að öll vandamálin sem var sett á vefjagigtinni hjá mér var ekki hægt að útskýra með öðrum gigtasjúkdómum eða öðrum sjúkdómum sem hægt er að taka með blóðprufu og okkur þannig. Þannig að ég greinist með vefjagigt 16 ára
bara mjög ung eftir bara, þú veist, mjög leiðilega, þú veist, æsku og þú veist, þannig að hann geti ímyndað, þú veist, að maður sé komið með veikindagreiningu 16 ára, hvað það er hamlandi, þú veist, þannig. Já. En ég fer sem sagt, fær svo einhverju greiningunum mína 18 ára og þegar ég fæ einhverju greininguna, ef ég reyna að gera þetta í smá tímalínu, þú veist, þannig, að þá kom sem sagt upp að það var undir Laufey, var held ég hjá greiningastöðinni, var eitthvað að skoða það, þú veist, hversu vangreint einhverfa er hjá, þú veist, konum eða stelpum. Stelpum. Þannig að það var auglýst eftir einhverjum þannig og mamma, þú veist, hefur samband um mig og ég flutt að heiman á þessum tíma. Hún hefur samband um mig og biður mig að koma heim og eitthvað þannig. Og ég kem og kíkja á hana og hún bara, ég sá hérna pínu auglýsingu og tipplandi rosalega tannum, þú veist, yfir þetta alveg. Bara, myndið þú mögulega hafa áhuga á að skoða að fá einhverju greiningu, eða þú veist, skoða hvort þú sé með einhverju. Og ég horfði bara mömmu alveg bara, leið og ég komst á netið, þá þú veist, ég með, þú veist, vissi ég alveg að ég var einhverf. En ég sem sagt 14 árum yngri. Já, ég ætla einmitt að fara að segja að þú ert kannski. Ég fekk því í fermingugjöf næsti. Að ég sem sagt, já, ef við kannski byrjum aðeins á því að við förum að ég sem sagt 32 ára, 3 barnamóðir og gift á hús, engin gæludýr. Nei, það sjónami. Og já, börnir mín ekki hrifin af því. En já, ég sem sagt fæ þessar greiningar frekar svona snemma miðað við marga aðra í svipaðri stöðu og ég. En ég hef alla tíð verið einstaklingur sem að leitar eftir útskýringum á mínu málum. Og svona. Þú ert persóna sem dýfir hún í allt. Já, og þú veist, þannig að ég einhverfa var sem sagt eitt af mínum einhverfu áhugamálum, ef það er þetta að segja það, þannig að ég kynnti mér mjög mikið og þannig. Þannig að ég vissi alveg að ég væri með einhverfu þegar mamma stingur upp á að ég geri þetta. En mamma var alveg pínu smeyk að komast að þessu sem ég skil ekki alveg samt, en þú veist, jú, að vissu leyti. En ég hefði getað fengið einhverju greiningunum mína 4 ára. Út af því að það var í 4 ára skoðunni, þá var barnalæknir sem að sá þessi einkenni. En út af hvernig umræðan var á þeim tíma, þú veist. Stelpur ekki með einhverju. Nei, og líka bara, þú veist, að almenningur vissi ekkert hvað einhverjum væri. Þannig að þegar læknirinn nefnir þetta eða eitthvað, þú veist, að vilja mögulega setja mínu greiningaferðlega, mamma fór bara í rosalega vörn. Og henni fannst læknirinn bara segja að ég var í þroskaheft og væri eitthvað þannig bara út af því ég vildi ekki setjast hjá honum til þess að kubba. Þetta upplifun hjá mömmu, eða þess þannig. Svo áttur hún sig á því að, þú veist, þegar þetta auglýstina og, þú veist, þegar tíminn líður og þá áttur hún sig líka á því, þú veist, og mögulega ég einhver, það margt sem að þú veist, í mínu fasi sem bendi til þess að ég einhverf, þú veist. Þannig að ég fer hana til hennar og, jú, ég sko, fæ, sem sagt, skori mitt, þetta ADOS skor, var sem sagt 1 punkti frá því að vera einhverf. Þú veist, að vera sem sagt með Asperger, þú veist, og hún var alveg bara tók, þú veist, og þegar ég fekk niðurstöðunar þá, þú veist, hittust í svona sal og eitthvað þannig og hún sýndi mér blaðið og hún horfði á viðbrögðin mín og hún sá að ég varð fyrir vonbrigðum og hún var alveg, þetta er síðasti punkturinn þarna. Já. Þannig að hún tók skjalið tilbaka og breytti, eða þú veist, þannig að bætti við stíið, þannig að ég myndi fá. Og hún sagði að einstaklingar sem eru ekki einhverfir og fá þetta sama skor, þeir verða fyrir létti að vera ekki einhverfur. Ég varð fyrir vonbrigðum út að ég, þú veist, leitast eftir þessu, en út af því að ég þarna, þú veist, 18 ára gömul, þú veist, að fara í þetta og búin að fara í mikla þjálfun bæði gegnum skátastarf og Dale Carnegie og ýmislegt þannig að, þú veist, ég var farin að maska svo mikið að ég var að maska í, þú veist, prófunu, greiningaferlinu. Þannig að hún bara að því að mér fór að gruna að ég er búin að eyða síðustu, þá 18 árum, segjum 16 núna, í að reyna að taka niður lögin sem eru á gríminu minni, smátt og ég er ekki ennþá búin að því alveg. Nei. En þetta hlýtur að koma fyrir 70. Já,
Þannig að Ég verið stór skemmtilega allir heimilinu. Þannig að ég var bara mjög fegin þessu og læri, þú veist, hvað það þýðir að vera einhverju og hvað það þýðir að vera, þú veist, hitt og þetta og eitthvað þannig. Og sé mjög mikið í þessu, en þess að ég hægt og rólega, þú veist, tek af mér grímuna, sérstaklega í kringum fólk sem ég þekki mjög vel. En já, svo bara líður tíminn og ég klára, þú veist, framhaldsskóla, skráfa mig inn í háskóla og les verð ólétt. Og í eftir meðgönguna að þá fer ég í endurhæfingu og ég enda hjá æðislegum sjúkraþjálfara gegnum virk. Hún alveg bara dýrkana, ég held hún hafi aðalega bara bjargað mér sko. Og þegar ég mæti þarna, þú veist, þá ég, þú veist, ef ég sit 5 mínútur í, þú veist, stól, að þá haldra ég þegar ég labba. Og því að, þú veist, að grindin mín var sem sagt snúin. Og svo ég, þú veist, að byrja hjá henni í hóptímum og þannig, og hún sér, þú veist, fyrir vefikýtta einstaklinga í svona hot yogasal og mæli með því að gera æfingar í hot yogasal, því þá allt heitt og mjúkt. Yep. Að að hún sá að ég gat ekki, þú veist, verið, þú veist, á 4 fótum út af því, þú veist, með flatta lóa, þú veist, á gólfinu út af því, þú veist, hún var illt í úllegunum og eitthvað svoleiðis og svo var hún að sjá, þú veist, hvernig ég var að hreyfa mig og æfingar og eitthvað þannig. Og hún nefnir við mig alveg bara, þú veist, hvað þú veist, í gangi með líkamann? Eitthvað meira heldur en bara, þú veist, vefjagigtin? Og ég bara, ég með mjög lausa liði, ég hef alltaf verið með mjög lausa liði, þurfti, þú veist, sérst með það skó sem krakki til þess að byrja að ganga og þú veist, það hefur alltaf verið pínu vesinn, aldrei pælt neitt mikið samt meira í því, þú veist, þannig séð. En þá fór henni að gruna, þetta væri ekki bara lausi liðir. Þannig hún benti mér á, þú veist, helgin sem heitir Ehlers-Danlos. Og ég fyrir að skoða það og ég tengi mjög mikið inn í það. Og þess vegna segi ég ekkert alveg sátt með vefjagigtargreininguna. Ég mun halda í hana þar til eitthvað annað komið, þannig séð. En ég sem sagt 2 krossum frá því að fá Ehlers-Danlos greininguna. Þannig að ég með hypermobility syndrome disorder. Já, ég hef fengið að hjálpa það nokkru sem að setja það aftur í lið, það rosalega gaman, mæli með. Ítu fastar, ég meili þig. Hún er að toga og svo íta í þessa átt. Nei, þú veist, það aðalega öklarnir sko, sem að gera þetta og bara mörgum á dag þetta. Þú veist, og þá fór ég að skoða þetta betur og ég tengi mikið inn í þetta, þannig að mér langar til að skipta með vefjagigtargreiningunni út fyrir ETS. En ég veit ekki alveg hvort að mér muni takast það, út af því að, já, þú veist, að vera með þá hypermobility ETS, ekki classical ETS. Það classical og þá þetta með húð sem að hættra teygja. Teygistúfin. Þannig að sumir kannski geta tengt að við að það var maður fyrir svona 12 árum með eitthvað þannig sem að var með eitthvað svona gjörning, þar sem hann krækti krókum í húðina á bakinu á sér og lét hengja sig upp. Og húðin teygðist rosalega langt. Þetta hann með classical ETS. Þetta sirkusfólkið mjög mikið með ETS. Já, þannig að fólki sem getur kista á sinni eigin rass. Já, það þú veist, mikið þetta, þú veist, og þessi liðleiki og eitthvað svo leiðis. En, þú veist, jú, margir geta náttúrulega það hefur ekkert mikil áhrif á marga krakka eða eitthvað þannig, en þegar maður fullorðnast og þessi styrkurinn sem að þarf til þess að geta verið svona liðugur án þess að meiða sig, hann minnkar, þú veist, að það verður styrleiki í vöðvunum og eitthvað svoleiðis, þannig að þú veist, líkur á að slasa sig verður meiri. Þannig að ég svona, já, búin að vera að reyna að komast inn í þá greiningu, þú veist, og ég mjög ánægð með, þú veist, og var hjá þessum sjúkraþjálfara í bara 9 ár held ég, með pásum, þú veist, inn á milli, þú veist, þá aðallega barneigna pásum hjá mér eða henni. Og, þú veist, það hjálpaði mér hellingu, hún hefur alltaf bara meðhöndlað mig sem, þú veist, að ég sé með ETS, þú veist, og þannig, og það hefur bara byggt mig upp rosalega vel, sko. Þú veist, að ég bara mjög góðum stað núna.
en því miður að þá skipti hún starfsvettvang þannig hún ekki lengur aðgengileg mér. Það finnst að þetta banna fólk svoleiðis þannig að maður alveg háðið þeim. Ég samt mjög stolt af henni að vera í þessir því að við náttúrulega bara orðna sæmilega vinkonur núna sko eftir svona langan tíma. En þetta hún ég mitt funkar eiginlega ekki nema að ég fari í sjúkraþjálfun einu sinni í viku allavega. Já, þannig að ég veit að sjúkraþjálfurinn minn á rétt á sumafrí en helst ekki. Sem betur fyrir það var hann mjög flottur í því að hann tekur bara, fer í viku til útlanda eða 2 vikur max. Já. Þannig að hann dreifir fríin yfir árið ekki bara 5 vikur. Bam, búm. Já, en þannig að mitt svona daglega dæmi bæði það að ég náttúrulega þoli mjög illa áreiti út af einhverjunni, svona þannig að þá fyrir utan það þá lendi ég í því að vera mjög slæm líkamlega og eiga mjög slæma daga líkamlega. Það verið að skoða POTS og ýmislegt annað, En ég hef heyrt af EDS að það tengist aldrei inn á einhverju dæmi. Það er ekki búið að finna ástæðina en það virðist vera svona eitthvað samhengi. Það sko bæði fyrir, eða ekki endilega EDS, bara ofliðleiki. Já, það. Ofliðleiki eða þannig og POTS eða að ef maður stendur upp að þá hækkar púlsinn meira en 20 slög og þannig það getur og helst þannig í 10 mínútur þannig þetta er mjög hár púls og þannig getur valdið mjög mikil vanlíðan, þrekleysi og mann sortnar fyrir augun og sumir bara líður yfir þá eða þannig. Mér finnst rosalega gaman til dæmis þegar þú situr kjur og hjartað þitt fyrir 200. Það gerist sjaldan að það fari ef ég sitt kjur. Það á þá til að gerast ef að ég hef farið fram úr mér ég er að taka til að þrífa eða eitthvað þannig og svo sérstaklega á þá til að beygja mig niður, halda inn í mér andanum óvart, ég veit ekki af hverju ég ger þetta held inn í mér andanum og svo þegar ég stend upp og þá er ég farin í hraðtakt og það er mjög gaman að sjá það en já, þannig að þetta og auðvitað spilast þetta mjög mikið inn í heimilislífið en ég, eins og þú, mjög skilningsríka fjölskyldu þannig að það er En núna, ekki það við ætlum að ekki endilega fjalla börnin okkar en hvernig er heimilið þitt? Heimilið mitt er náttúrulega bara greiningarheimili. Já. Elsti er með einhverju greiningu. Hann er 11 ára og miðja mín er með ADHD og í því ferli þá var sagt að einhverjan, hann skoraði eiginlega ekki neitt á einhverju skalunum nema svo talandi við barnalækninu okkar sem sér lyfjagjöf fyrir að hann segir að ADHD-einkennin eiga til að fela einhverju einkennin. Þannig að við megum búast við því að núna þegar við náum að stilla lyfin vel að þá verður mögulega koma einhverju betur í gegn. Yngsti hann er ekki með neina greiningar en hann er það er verið að fylgjast með. Það er verið að bíða eftir að ná aldri til þess að geta farið í greiningu út af því að það er ekki þroskaskerðing með hjá þeim, hjá mínum börnum eða þannig. Þá er erfiðara að greina þau þegar þau eru mjög ung. Hann er 4 ára núna og við gerum fastlega ráð fyrir að hann fái einhverju greininguna sína áður en hann fyrir skóla. Já. Heimilið mitt er ekkert endilega, það er greiningar heimili að því að ég er með einhverju greiningu en maðurinn minn er ekki með einhverju greiningu en við höfum alltaf sagt bæði ég og hann ef það er ykkur á heimilinu sem er einhverjur þá er það hann en elsta er hún fekk ADHD greiningu þegar hún var í 1. bekk á gamla kerfinu þá var ADD athyglisbresturinn en svo kom hún til mín þegar hún var bara fyrir 4 árum síðan 5 árum og þá var hún að tala hún alveg mamma getur verið að ég sé það var 3 árum síðan bara það leiti sem ég var að vinna í greiningunni minni hún var alveg getur verið mamma ég sé á einhverju rónu þá fór ég að hugsa tilbaka og mér fannst eins og ég að vera slegin í andlitið að blautur tusku af því mér fannst þetta bara kýrskýrt
en hún er ekki búin að leita eftir greiningu. Nei. En það þarf, þú veist, hún er orðin fullorðin og hún ræður sínu sjálf. Við erum búin að, þú veist, ég benti á það aðeins sem ég fór í greiningu hjá og en hún ætlar svona aðeins að bíða og sjá til. En það er svona, það er ekki allir sem með þess að þörf að fá greiningu. Og alls ekki nauðsyn til þess heldur, þú veist, ef að maður grunar að maður sé einhverju, þú veist, þá er bara að segja, þú veist, það er alveg vel, þú veist, tekið jafn gilt það í, þú veist, samfélaginu, sko. Miðjan mín, sem er mjög lík mér, hún fór í gegnum einhverju greiningu, en hún skoraði ekki nægilega hátt til þess að fá einhverju greininguna. Já. En við erum nýbúin að starta öðru ferli af því að já, fá endurmat. Já, fá endurmat, af því við komum staði það sem að vantaði upp á hjá henni. Hún er með að hún var ekki með neitt snertióþol og hún var ekki með neitt fæðuóþol. Eða þú svona fæði já, ekki líkamslegt óþol heldur svona, þú veist. Hún sem sagt, hún er með sama snertióþol og ég og það náttúrulega ekki flauel heim hjá mér. Nei, akkurat. Þannig að það er akkur það sem að barnalæknirinn okkar talar að þetta er náttúrulega einhvert heimili, veist. Ég er með einhverju, þannig að það er ýmislegt innan okkar, svona sem er eðlilegt innan okkar heimilis, þú veist, og þeir fungera vel í okkar heimili út af því að það er skipulagt út frá því að það er einhverjur einstaklingur inn á heimilinu, þú veist. Nákvæmlega. En svo er yngsta mín og hún er með ADHD-greiningu en mig grunar alveg að það geti verið einhver það líka. ADHD sé bara sterkara. Já. En já, þannig eru heimilin okkar, við fungerum á að fá pásu. Já. Akkurat. Þetta getur verið mjög krefjandi að vera á svona fjölbreyttu heimili, þú veist, greiningarheimili, eða þú veist þannig. Ég var einhvern tímann að keyra í bíl með einhverju manneski sem var ekki vön að vera með mér og börnunum mínum í bíl og svo spurði hún mig alveg, hvernig getur þið verið í bílnum? Ég var með yngstu 2, þar voru leikskólaaldri, byrjun grunnskólaaldurs eitthvað, hvernig getur þið verið svona í bíl? Ég alveg, hvað meinar? Hún heyrur ekki í börnunum, þá voru þau með sikkert stimmið í gangi. Já. Svona hljóðstimm og ég bara algjörlega hægt að taka eftir því. Já. Kannski að því ég var bara í mínum eigin heimi. Kemur fyrir besta tíma. Já, en það er mjög góður svona tækni að geta útilokað viss hljóð og ég geta oftast nema þegar ég er komin upp í overload hjá mér, eða það þarf mjög lítið til þess að þú veist, þannig að ég er mikið með bara headset á höfðunum mínu núna. Elskum noise cancelling headset. Já. Besti heimi. En hvað ég segja, uppáhaldsparturinn minn af þú veist tengdu greiningunni er bara, mér þykir rosalega vænt einhverfuna mína. Já. Eða þú veist þannig. Og ég er bara, þú veist, og það tók bara mörg ár í rauninni, eða þú veist þannig, að átta sig á þess að þetta er ekkert slæmir hlutur. Að ég gat bara, verið bara ég sjálf þegar ég vildi, eða þú veist þannig. Þannig að, og hvað uppáhaldsparturinn minn af mínu líkamlega dæmi, náttúrulega, ég er mjög stríðin innra með mér. Þannig að mér finnst alveg, og ég er með húmor fyrir mínum þannig, þú veist að það var mann eftir einu tilviki þar sem að ég er í skátunum og það var verið svona tildætta dagur eða eitthvað þannig að vera að taka húsið í gegn og ég var hérna aðstoðunum og svo gerist eitthvað, þú veist, ég verið sem sagt fann verki í hnéðu, þú veist þannig og áttu mig á því að ég hafði sem sagt runnið til í liðinum, þannig að ég sest niður og sest og með fæturnar uppi og náttúrulega sést ekkert á mér hvað er að og kom eldri maður inn og spurði mig af hverju ég væri hann að sitjandi í stól meðan allir voru að puða í kringum mig og ég horfði bara á hann og bara ég fór úr njálið eins og ekkert væri sjálfsagt og mér finnst svo gaman að sjá viðbrögð fólks þegar ég segi eitthvað svona eða þannig
og sjúkraþjálfarinn minn skammaði mig fyrir þetta að hafa sagt þetta, bara þú átt ekki að stuða fólk svona, ég bara, jú. Það á ekkert að spyrja þetta. Nei. Og já. Þú veist, þannig að ég hef greinilega verið svona alveg frá byrjun ég örugglega, þú veist. Ég elska að stuða fólk. Skaman. Það er svo gaman. Þannig að, en þú veist, út af, þú veist, mínu svona, þú veist, þá hef ég lært að vera, hvað maður segja, þakkláttar fyrir, þú veist, það sem ég get, eða þú veist, þannig. Og, já. Þannig að, en það er alveg, já, ákveðin samt svona hugaræfing að finna jákvæðu hlutina. Sem er samt líka ástæðan yfir við viljum tala um þetta hér og aðalega þú veist að við ætlum að einblína á jákvæða. Svona, jákvæðu hlutin, eða því þannig ekki bara tala um það sem er erfitt og eitthvað þannig, heldur bara tala um það hvernig við mótum líf okkar að, þú veist, okkar skerðingum, bara með, þú veist, á jákvæðan hátt, þú veist, að hugsa um það frá, þú veist. Við held að við höfum hoppað aldrei yfir, hérna við byrjum að tala um námið okkar. Já. Og kryptime, þá fórum við yfir kryptime held ég, eða eitthvað svoleiðis. En hérna með það hvernig við erum að taka námið okkar. Við erum að gera þetta sérstaklega. Já. Ég ránkvöldi augunum, þau hljóta að séða að heyrta á mér. Já, við náttúrulega erum að taka námið á okkar hraða. Okkar hraða. Ég ger ekki jack shit í þessu. Þú. Ég er Excel. Þú ert Excel-manneskja, ég með bráðána fyrir Excel. Nei, ég setti upp í byrjun námsins, ok, við kannski byrjum að því hvernig við komum okkur inn í þetta nám. Já, það var mér að kenna. Já. En ég sem sagt, eftir ég ætla að byrja eftir ég eignast yngstu stelpuna mína, þá ég fekk eiginlega bara fæðingarstörlun. Ég endaði sem sagt ég fekk ungbarnavendin greip mig rosalega vel. Ok, frábært. Og ég sem sagt fer í endurhæfingu hjá undirvirk en í verkefni sem að ég veit ekki hvort það gangi en það heitir Samvinna. Og þar var maður að mæta og svoleiðis og ég sem sagt klára 18 mánuði þar og þá taldi ég mig vera alveg nóg hress eftir að byrja að vinna aftur. Bull, anywho. Afnýtunin? Já, ég var nú fín, ég var miklu betur en ég var þegar ég byrjaði en já. Ég fer út á vinnumarkaðinn og svo lendi ég smá aftanakyslu, það var ekkert merkilegt en það var alveg nótið þess að vefjagikti mín tók þessu mjög alvarlega og ég var það hætt að vinna. Já. Þannig að þetta var bara í endan janúar, eða ekki áreksturinn heldur þegar ég hætt að vinna, endan janúar 2020. Og það er svo seint, eða þú veist svona. Það er svolítið langt síðan. En ég fór að, ég fór í endurhæfingu, en það sem ég var búið með 18 mánuði af virk áður fyrir stuttu síðan, þá var bara, ég var búið með öll námskeiðin. Já. Oftar en einu sinni, tvisvar eða þrisvar. Já. Og konan, ég hafði farið ég hafði í millitíðinni, fyrir ykkur ára elni hafði læknir minn sótt 2 árum áður Reykjalund fyrir mig. Já. Þannig að bókstaflega kortir eftir ég fekk COVID, 3 vikum eftir ég fekk COVID, þá komst ég aðeins á Reykjalundi sem var bara besta í heimi. Já. Var í 5 vikur á Reykjalundi í versta formi lífsmins, þú veist, eftir COVID. Ég gæti ekki labba 10 skref á þess að deyja. Já. Anywho, Reykjalundur, þar fæ ég vita, maður má taka endurhæfingu í háskólanámi, ekki fullu. Já, sem sagt að nýta nám sem hluta af endurhæfingunni. Já, þannig að ég enda þarna sem í endurhæfingu hjá virk og ég spyr hvort ég megi sækja mig í háskólanum og taka endurhæfinguna mína sem háskólanám og ég má það með 75% nám sem er 20 einingar, eitthvað svona ish. Já. Þannig að ég fyrir eitthvað að tala og ég vissi að
Elisabeth hérna, hún var mjög Ég var náttúrulega langaði að fara í nám, en hún var samt að ekki á leiðinni í nám, hún var alltaf að býða 1 ár viðbútt, hún var alltaf unga barn og ég er náttúrulega með, þú veist, þetta er, að ég er sem sagt með barn fædd desember 2018 og svo október 2020, þannig að þú ert að pæla í þessu, var það ekki, það var 2021. Þetta var, já, vorið 2021. Já, við byrjum haustið 2022. Nei, þú ert þá að pæla í þessu voru 22, eða því stannig. Já, ég var í ykkur skonar endurhæfingu, ok, bílið þannig, það er þegar ég var að berjast fyrir að komast á endurhæfingu. Tér var alltaf að segja nei, að því ég komst ekki var ekki hjá sjúkraþjálfara eða hjá sálfræðing. Já, það er endalösu biðræðir. Það er bara bið eftir öllu þannig í Reykjanesinu. Nei, þannig að ég var launalaus í 10 mánuði, það var ógeðslega gaman. Nei, ég man eftir þessu mjög vel, og þegar ég var með þarna 3 ára barn og 1,5 árs gamall barn. Þegar þú ert að nefna þetta, að það ert að pæla í námi og eitthvað þannig, ég er bara, ég var reyndar alveg til að koma með þér í nám. Ég er búin að pröfa ýmislegt og eitthvað þannig, þú veist, og finnst gaman í námi en aldrei verið nægilega, þú veist, það hefur aldrei verið í toppnum, þú veist, það var frekar, þú veist, barnignir eða eitthvað þannig, eða þá ég var ekki í líkamlegu standi til þess að gera, en þú veist, þetta var bara ekki alveg toppnum, en þetta var samt alltaf eitthvað sem ég vildi gera. Já. Og þarna er ég með, já, þú veist, tæplega er rúmlega 3 ára gamalt barn og svo 1,5 árs gamalt barn. Og þú voru bara, jú, og ég held bara, Bryndís, ég hafði hugsað mér að fara í nám eftir ár, þú veist, að þegar, eins og þegar miðjubarnið komst inn á leikskóla, að þá liði 1,5 mánuð þar til ég fætti yngsta, þannig að þú veist, það alveg bara var komin inn á leikskóla þegar það fættist, en þú veist, og náttúrulega bara kasólétt með barn heima og rétt svo kemdi ég inn á leikskóla og þá kemur næsta barn. Þannig að ég var, þú veist, að þannig haustið átt að vera sem sagt að yngsta barnið þetta að byrja í leikskólanum. Þannig að ég bara ætlaði að gefa mér ár í smá pásu. Í pásu, þetta griptime. Þú veist, ég ætlaði mér, þú veist, alltaf að fara í nám, en ég ætlaði að leyfa mér þetta, þú veist, pínu svigrúm þarna á milli. Ja, ok, ég er á vinnumarkaðnum smá, en Elisabeth, hún er öryrki. Já, ég er sem sagt Þið fáið upplýsingarnir í smá sköndum. Hver veit, kannski tökum við þáttun upp aftur þar sem við erum með tímalínur hvað við ætlum að tala. Já. Þannig að við erum komin hérna 48 mínútur inn og Já. Nei, við þannig að ég fæ mitt fyrsta örorkumat þegar ég er 22 ára. Já. Þegar elsti minn er rétt rúmlega 2 ára, sko. Já. En því að rétt áður en að ég verð 23 ára að fæ ég fyrsta örorkumati og ég er náttúrulega bara búin að vera öryrki síðan. Já. Þannig að ég fór aldrei inn út á vinnumarkaðinn. Já. Þú veist, bara eftir að ég er búin með endurhæfingu að þá bara er ég sett á örorku og kemst þar inn meðal annars út af því að ég var dugleg að sækja greiningarnar. Þú veist, þannig að það hjálpaði mér í því. Þannig að það að vera á örorkugreiðslum hefur gefið mér það svigrúm að hlusta á mig og fara eftir minni, þú veist, tímalínu, eða þannig. En þú kemur hérna inn með, þú veist, að þú ætlar að fara í nám og eitthvað þannig og ég er bara, viltu bíða ár? Og hún er bara, nei. Endurhæfingin mín. Ég ætla að gera þetta núna og þannig ég er bara alltaf lagi. Ég var ekki tilbúin í þetta, ég átti ekki svona fartölvu. Nei, ég er bara fæn. Við ég kem með þér og við gerum það. En við skoðum þá, því þú náttúrulega máttu bara taka 20 einingar á 30. Já, þú veist, fékkst, ég held samt sko, já, þú veist að þú þurftur að fá sérstakt leyfi samt til þess að fá 20 einingar, af þetta voru bara 10 einingar áfangar. Já, þannig að við þú veist, gerum það, þannig að ég sest bara við tölvuna og skoða bara námsferilinn fyrir þetta, og raða áfengunum upp á nýtt. Þannig að það séu 20 einingar á 3 árin og 4 árið. Nei, ekki 4 árið. Nei, ég gerði bara fyrstu 3 árin, já. Það hefði samkvæmt plani átt að taka okkur 5 ár. 5 ár, já. En þannig að við tökum fyrstu önnina á 20 einingum. Sjáum reyndar aðeins eftir því hvað áfangu við skildum eftir. Við hefðum átt á víxlunum við höðrum. En þú veist, það var bara upplýsingar sem voru ekki í boði fyrir en við mættum á staðinn. Það voru 2 áfangar samtvinnaðir
og sem að stóð ekki í lýsingunni. Já, það stóð ekki í lýsingunni, þannig að við geymdum annan þeirra sem að flækti aðeins máli. Ef þetta er aðeins. Já, þetta var bara aðeins eitthvað vinna. Við erum svo mikið súkkulaði í þessum áfangar. Nei. Mér langar ekki eins og taka það. Já, við vorum fyrstu önnunni 20 einingum. Við settum planið upp að vera alltaf 20 einingar. Já, ég sendi það á skólanum og spurði hvort það er eitthvað í fyrirstöðu að gera þetta svona og ég fekk til svara, þetta lítur út að vera bara fínt. Bara, já. En svo kemur janúar og við byrjum seinni önnin okkar og ég fer í viðtal hjá Virk ráðgjána mínum og hún segir bara, heyrðu, geggja, þú búin að standa svo vel í náminu, við ætlum að henda þér út. Já. Af endurhæfingu. Já. Og ég var alveg bara, ok, þú veist, hvað ég gera? Fyrir reyndar einhverja rælni þá sótti ég námslán fyrir allt fyrsta árið. Ég var ekki alveg viss af hverju ég gerði það, en sem betur verið gerði það af því að þá var ég með ykkur pening. Já. Því ég var ekki minna að vinna eða nýtt, þú veist. Nei. Þannig að, og til þess að ég rétt á námslánum, ég fekk undan þá á námslánum hann á fyrstu önnuna því ég var í endurhæfingu. Þurfti að vera með 22 einingar eða eitthvað. Já, en það er samt, ef það eru bara 10 einingar áfangar, að þá getur þú fengið undan þá líka á þessum 22 einingum fyrir námslán. Þú veist, bara út af því að þú getur ekki tekið 2 einingar í viðbót og það er ekki búið upp á námsliðinni. Já, en við allan að þarna, þú veist, ákveðum við að bara kýla á þetta, taka 30 einingar, það gekk. Við gerum ekkert mikið annað. Nei, og þetta gekk og við töluðum akkurat við kennarann í þeim áfanga sem að hefði annars átt að geymast þar til, þú veist, næst árið eftir, sem að hún Ásta sem að leiðbeinandinn okkar núna með BA-verkefni, að töluðum við hann í byrjun, alveg bara við ætlum að pröfa þetta, að vera í 30 einingum og sjá hvernig okkur gengur. Ef að það gengur ekki þá er það þessi áfangi sem að dettur niður. Já. Okkur tókst að gera þetta á 30 einingum en ég var þreytt. Það var ekki mikið eftir að geðheilsunni eftir þessu. Nei. En það tók við gott spánafrí. Já. Saman. Þannig að með börnum og mönnum. Já, en ég var tæpan mánuð út á Spáni þá og þú varst aðeins styttra en þú veist, það var mjög ljúft. Önn 3 þá voru 20 einingar. Þá tókum við 20 einingar. Við höfum verið að taka haust anninnar vanlega 20 einingar og svo vorun hefur kýlt á eitthvað turbodræf 30. Og við tökum 20 einingar fyrir önnina, þannig að við tökum einn áfanga á öðru ári og svo þennan eina áfanga á fyrsta ári sem við skildum eftir. Jú. Það gekk bara fínt. Það var bara allt í lagi. Vettvangsnámi líka. Já, ég man ekkert eftir því þannig. Svo önn 4 sem sem sagt vorönnin á öðru ári. Það vettvangsnámi. Það tökum við í fullu. Það vorum við í 2 10 eininga áfengum samhliða eða ekki samhliða, þeir voru kláruðust áður en við fórum í vettvangsnámið. Við tókum 2 20 eininga áfanga á 7 vikum sem við vanalega tekið frá við erum talað 7 vikur, það er endan febrúar. Já. Vanalega eru þessi áfanga kendir fram í miðjan apríl eða eitthvað sliðis. Já. Þannig að þetta var pínu keisla og svo tók vettvangsnámið við og það var líka keisla, það var náttúrulega viðbröð fyrir eins og þig að fara inn á atvinnumarkaðinn. Já, fyrir mig að fara inn á atvinnumarkaðinn líka í, við þykjum mjög vænt vettvangs, staðinn okkar, eða þannig, en þessi vettvangur, var krefjandi, og það mjög krefjandi starf, eða þannig, en akkurat á sama tíma líka maðurinn minn í verkefni sem þýðir að hann utan heimilis, í 12 til 14 klukkutíma á dag, þannig að ekki bara það að ég var ekki með aðstóð innan heimilisins, að þá var ég líka allt í einu komin í vinnu og með 3 börn sem þurfti að sinna. Þannig að, en það tókst, en með, heilsan fann fyrir því, en okkur fannst það samt ekki duga að vera í fullu námi þarna, út af því fljótlega eftir að við erum búin með vettvangsnámið og erum rétt svo búin að kasta meðinu af okkur og þá fáum við skilaboð frá einum samnemandi okkar að hann sé búin að skrá sig í áfanga. Já, rúfáfangan. Rúfáfangan og við alveg bara, jú, skellum okkur á hann, var allt fullt. Þannig að við skráum okkur á biðlista. Ég kemst inn fyrst í áfangan. Það var mjög stressandi. Ekki þú.
og svo var bara fyrir rælni bara 2 dögum áður en áfangin byrjar og þetta er bara 4 daga áfangi þar sem þú mætir bara mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag í hérna rúf á fyrirlestur og kennslu og eitthvað þannig að að ég er að skrolla yfir til þess að sjá hverjir eru í áfangunum bara skrolla yfir þegar ég sé hana Bryndísi þannig að ég alveg tek skjáskot á því og senda hana bara þú komst einn, hvað er í gangi og alveg bara hún alltaf kíkir aldrei á tölvupóstin sín Nei, ég er bara með bráðanöfn fyrir því líka ég er með mjög, ánæmi mitt tengist tækni Já og þú valdur að gera laðast þetta Hei, minna ég er á mikrofónum með 3 hini 2 virkuð ekki Nei, þannig að við hérna tókum auka áfanga þannig að reyndar eftir allt hitt en það alveg bara var mjög skemmtilegt en ég fann alveg vel fyrir því hvað ég þurfti á frí að halda því miður fekk ég ekki frí þetta sumar út af því að þetta sumar tók ég við kofabyggðinni skáta kofabyggðinni í Reykjanesbæ þannig að ég er að vinna það voru kofabyggðin var skráð 4 tíma á dag í hérna 4 daga vikunar eða því stanni En þegar maður er þreyttur og tæpur að þá er 4 tímar Já, það er líka bara svo mikil undirbúningsvinna finna timbur, tala við þennan setja upp þetta, og við þurftum að mæta alltaf 3 klukkutíma fyrir og við vorum alltaf lengur til þess að ganga frá okkur þannig það var alveg bara mikið og hérna og eftir og þetta er að ég er fóringi í skátunum sjálfboðaliða starfi þannig að ég er að taka kofabyggðina þarna og svo kofabyggðin endar á ég man ekki dagana 50 degi eitthvað Jú, ég held að síðasti dagurinn er 50 degi föstu daginn eftir það þá er ég á leiðinu á Úlfljótsvatn til þess að fara á landsmót skáta því ég náttúrulega bara þarf að vera til staðar fyrir börnin mín vika, 10 dagar það voru 10 dagar í rigningu og það rigndi svo mikið það rigndi ef að fólk ég veit ekki hvort þetta hlýtur að koma í fréttirnar á þessum tíma þetta sumar var bara rigning þetta sumar en allan að við förum við erum búin að vera í fullu þarna og eftir landsmótið ég kem heim og strax þá þurfti ég að fara að rífa niður kofa það tók viku í viðbót svo er bara Svo byrjaði skólinn 2 vikur fyrir en við áætluðum. Já, ég var miður sumarfrí. Ég fekk rosalega stutt sumarfrí fannst mér þarna og þarna fann ég alveg bara, nei, ég fór fram með mér. Þetta var of mikið. Ég gat ekki gert þetta. Mér langaði til þess að gera þetta, það var mjög gaman. Það var mjög gefandi. En ég fann bara að ég var orðin rosalega þreytt. Þarna varst ekki að hlusta á þenni einn kryptime. Alls ekki, þannig var ég ekki á mínum kryptime, En maður verður samt líka stundum aðeins að íta á mörkin til þess að sjá hvort að þau séu búin að þróast eða ekki. Þannig að ég fer, og þá byrjar 5. önnin okkar í skólanum. Núna í haust. Og við rétt áður en að önnin byrjar, að þá átta ég mig á því að við verðum komið með nógu margar einingar til þess að taka BA-verkefnið á réttum tíma. Nema til þess að geta tekið BA-verkefni á réttum tíma þá verðum við búin að taka ákveðin áfanga. Já. Þannig að við breytum planinu. Þannig að við kýldum á 30 einingar. Í staðinn fyrir að taka 2 áfanga af öðru ári, á rauninni 3. ári nokkuð. Þá tókum við 1 áfanga á öðru ári og 1 áfanga á 3. ári til þess að vera búin með undirbúningsáfangar. Nei, við vorum bara 20 einingum. Þetta var álag á við 30 samt. Já, þetta var náttúrulega líka bara öðruvís áfangar við vorum vanar að taka. Aðferðafræði og siðfræði. Ég mæla ekki með siðfræði og aðferðafræði á sama tíma. Það er alveg ástæði fyrir að þetta er á sikkur árinu. Þannig að þetta var... Við liðum þetta af. Við liðum þetta af, en þetta var alveg flókið. Þetta bara gekk fínt, En núna á þessari önn, þá erum við í 22 einingum. Já. Til þess að geta einblínt okkur að þessu BA-verkefninu. En við eigum samt að öllum líkindum munum við útskrifast eftir næstu önn, desember. Febrúar. Brautskráning er febrúar. Þannig að við tökum, en til þess að það takist að þá, en við munum hunsa samt okkar kryptime næsta haust, við þurfum að taka 30 einingar. Stundum er það bara þessu virði. Já, en þannig að við munum enda á því, þá
á 4. árinu okkar, í BA-náminu, þá munum við vera að taka áfanga af öðru ári, áfanga af 3. ári og 1 valáfanga. Og ég enda að þarf að taka eitt sumaráfanga núna því að ég á 34 reyningar eftir þessan, en það er alltaf í lifi. Ég fekk einn áfanga metin. Já. En ég ætla ekki að taka sumaráfanga, ég ætla að taka mig frí. Já, ég skilði vel. En ég er bara að hlusta á mig og mín þörf, en þannig, og það er ekkert endilega bara mín þörf, að ef að ég er ekki góð, þá er ég ekki til staðar fyrir fjölskyldunum. Þráðurinn alveg míkróstuttur, sko. Já, og líka bara, og ekkert endilega bara þráðurinn, þegar ég er slæm, þá er ég rúmföst. Já. Ég get ekki einu svona setið upprétt í sófanum út af því að vanlíðan er það mikil í líkamanum að ég verð að liggja út af. Og það er bara þannig, og þetta er bara ömurlegt stundum að lenda í því. Þannig að það er svo mikilvægt fyrir mér, þannig að við komum aftur inn á, þetta, hvað það er mikilvægt að hlusta á þinn eigin líkama, hlusta á og þekkja hvar þín mörk eru, alveg eins og allir aðrir að þá hunsa ég mín mörk og bara, ég veit að ég er slæm núna, ég ætla mér samt að gera A, B, C, D og E, F, G, en veit að ég ætti bara að gera A eða ekkert. En stundum bara, tekið meðvituð ákvörðun að gera þetta og svo bara þarf ég bara að taka af leiðingunum. En þannig að það er svo mikilvægt að við þekkjum okkar mörk og það er svo mikilvægt líka fyrir samfélagið að sjá að mörkin eru á svo mismunandi stöðum og að mörkin geta verið á mismunandi stöðum hjá sama einstaklingnum eftir dagsformi. Já. Það er bara þannig. Þannig að það sé ekki aðal markmiði með þessum hlaðvarpsþáttum er að bara sýna öðrum bara hvernig umburðarlyndi. Já, umburðarlyndi og bara að ef þetta er sýnilegt alveg bara já, þessi einstaklingur hann, hagar sínum málum á þennan og þennan hátt og hlustar og líka og þetta og það er alveg í lagi að minga við sig vinnu þegar það er eitthvað svona og svona í gangi og bara vera með þetta umburðarlyndi gagnvart sjálfum sér eða þannig að þá er það líklegra til þess að gefa sér það rými sem það þarf til þess að geta sjálfur, hagrætt tímanum sínum eftir getu og vilja og það tók mig mörg ár að átta mig á þessu, sko. Já, þannig að ef þetta er sýnilegra, þannig, bæði það að fólk ef að fólk er að ráða inn einstaklinga sem eru með misjafna færni eftir dagsformi eða mismunandi eitthvað, að það er aukinn sveigjanleiki og eitthvað þannig. En til þess að það geti gerst, þannig, þá þurfum við fyrst að vinna á fordómunum, þannig, og eitthvað þannig sem eru í samfélaginu til þess að þau, átti sig á að fjölbreytileikinni til og þannig, ef að einstaklingar þekkja bara þetta, sérstaklega fyrir Íslendinga, bara fara á þetta á hnefanum og þetta reddast og bara þetta, að það gengur ekki til lengdar, þannig að ef að það er sýnilegra og samþyktara í samfélaginu að við megum móta okkar líf eftir okkar getu og þannig, þá er meiri líkur á að við getum fundið starf sem að hendar okkur, starf sem gefur okkur það svigrúm að vinna heima þegar við þurfum eða fá, að vinna upp verkefni, seinna þegar við getum eitthvað, bara svona þetta svigrúm til þess að hlusta á okkar eigið sjálf. En margir náttúrulega bara vita ekki að þetta sé, leiðilegt. En þess vegna langar mér til þess að auka sýnileikann. Já. Út af því að ef að fólk sér þetta ekki, þá veit það ekki að það sé til og hvernig það þá bregðast við því ef það sér einhvern einstakling í þessu þannig. Þannig að, já. En eru við ekki komið með nóga masi? Þetta var fyrsti þátturinn í rútínur ég get ekki talað þetta. Rútínur margbreytileikans. Takk fyrir. Já. Og við fáum í þætti númer 2 þá fáum til okkar gest. Þá fáum við til okkar gest og hlökkum við mikið til að forvandast í þeirra rútínu. Já,
og kynnast nýri rútínu. Já, og við viljum bara að enda á því bara kannski að þakka hérna bókasafni Hafnarfjarðar fyrir þessa frábæri aðstöðu. Geggjuð aðstöðuna. Herri, takk fyrir í dag. Takk fyrir í dag. Heyrjumst næst.